forgang. Þeir hafa engan. Ég sagði já, og læt ég enn að kynna og svo deili ég hagnaðinn. Góður, ánægður með vel gert. Það er ástæði fyrir ég kaupti þér helminga múton. Þú átt inni að lestu. Já. Sér þú franskali og ég íslenska. Eru þeir með eftirnefnin á eftir eða? Já, það. Það er bara eins og hjá okkur. Já. Þú lest fyrst þetta nafn, Robin Dubont Mario. Það hlýtur að vera þannig. Já. Eða Mario Robin Dubont. Það er þannig Pétur Árni Hauksson. Þú lest þetta. Objóls. Hörru, ég tók hérna heilt mót. Meira að segja með hérna nöfnin í þegar það voru að skora. Hvernig á ég að lesta upp? Ég veit, getur ekki búin þetta á rátt. Já, með þetta. Þú tekur frá það? Nei, við tökum það. Byrjum við ekki á frákominu? Já. Við erum bara að taka þetta á íslensku. Nei, við erum að fá fyrir þetta. Ég er átti í Jörgum. Hvernig kveiki ég? Ekki á þennan? Hérna. Ég kveik núna. Prófa ég þá, þetta er ekki grænt. Þetta er skelfing, ég get ekki lesið þetta á franska. Gautier Ivar. Farið yfir það mér. Já. Gautier Ivar. Ivar, já. Valentin Kiefer. Julian Boss. Gael Rebellion. Noah. Tökum við ekki bara, segjum ekki bara númer 12. Við erum ekki taka ensku á það. Það er ekki eins og því að vaða þessi áhörðum hérna. Tekur það bara morgun. Já, gerðu það. En við erum með þetta morgun. Já.
18 Orri Þorkelsson. 19 Pétur Árni Hauksson. 21 Sveinn Hóse Rivera. 23 Hafþór Vignisson. 25 Kristófer Andri Daðason. 26 Sigþór Gunnar Jónsson. Og 33 Alexander Jón Másson. Þjálfari Einar Andri Einarsson og honum til aðstoðar Sigursteinn Arnar, Jóhannes Rúnolfsson og Einar Óli Þorvarðarson. Dómarar kvöldsins eru Bóas Börkur Bóas Bóasson og Hörður Aðalsteinsson. Halló. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Hvað segirðu? Gott. Kynning, þjóðsöngvar og allt komið. Við ætlum nú að lýsa á íslensku þó að við höfum heyrt að séu margir frakkar að horfa á þetta. Ætlar þú að sjá á frönskuna eða? Ekki alveg nógu góður í frönskunni. Nei. Enskan gæti ég gert en ekki alveg jafn leikur í frönskunni. Það væri gott að lýsa á henni? Nei, það er eitthvað. Hún liggur ekki alveg. Hvernig var sér franska kynningin? Hún var góð. Og rosaleg. Hún sló í gegn. Og rosaleg. Jésus alveg. Þú ert komin í ágætisþjálfun, þú gerir þetta betur á morgun bara. Já, fer létt með þetta. Klikka aðeins á þjóðsöngunum en það er bara svo leiðis. Já, nýtt hlutverk. Ég bara vissi ekki að vera þjóðsöng, vissi það, hugsaði það ekki. Já, nákvæmlega. Ég skil hvað að minna. En þetta er svona. Við erum ekki að gera því. Nei, liðan að gera því klár hérna í Ísland U21. Marga efnilega markmenn hérna í dag. Í markinu byrja Viktor Gísli. Sem er líklega með
Næsta efni sem hefur komið fram hérna í markið, ekki? Mikið efni. Getum við Og gerð saman að því? við erum að vera þolinmóðir á hann. Hávaxinn. Inn á sóknarlega byrjar Orri Freyr Gíslason, Haukamaður í vinstra horninu. Bjarni Ófegur, Valsari í vinstri skittu, spila með FH í vetur. Uppalinn í Val, spilaði með Grótt í fyrra, minni mig. Já. Sveinn Andri Sveinsson í Íringur. Flottur strákur. Gríðaldefni. Og Sveinn Jóhannsson, er það ekki? Jú. Á línni, hann er Fjölnisstrákur, uppalinn úr Fjölni, spila núna með IR. Já. Og svo Teitur Einars, sonur Einars Guðmunds á Selfossi. Þar spilar hann núna, hann spilar í Sverige, eða ekki? Svíþjóð. Hann ekki Svíþjóð? Jó, er það ekki. Ég er ekki bestur í þessu, en alltaf uppalinn á Selfossi og átti frábært tímabil með Selfossi fyrra eins og Selfossliðið. Og svo Birgir Birgisson úr Víking held ég, uppalinn og spila núna með FH. Já, leikurinn er hafinn. Já. Þú vilt kannski fara yfir franskunöfnin, eða? Já, hvað er spila líka? Númer 9 á miðin er Vilmont, númer 18 er Giblan og númer 4 er Foss. Stutt á útgáfan. Það var mjög stutt og velgert þér, já, næ. Frakarnir eru væntanlega mjög sterkir í þessu árgangi. Númer 8 í horninu er Marion Dubon og númer 10 í vinstra horninu er Bilal Nahi. Já, eins og ég segi, frakarnir gríðarlega sterkir náttúrulega í handbolta. Góð vörn. Og inn á línu er leikmaður Mapu. Íslendingar komið í fyrstu sóknina, frakarnir klinka hérna á fyrsta skoti. Þeir eru í einni varnarskiptingu frakarnir og inn á kemur Brusett fyrir ennan Mapu línumann. Já. Ótrúlegt í þessu sporti í dag hvað línumæður er oftskipt út af í vörn í dag. Þetta voru sterkustu varnartörlin hérna þegar við spilum. Já, klart. Það er klárt. Veit ekki af hverju. Teitur, Bjarni Ófegur, losa hann á Teit. Fer aðeins svo langt til hægri, búinn að vinna mannin alveg 100% í sig. Já, þeir mæta hérna mjög framalega á Bjarna. Já. Það vísir kvimunum ekki. Allir, þeir spila svona 3-3 vörn. Já, sæll. Ég veit ekki. Skref. Ok, hendin er uppi. Sveinn Andri. Já, stilla upp. Ég veit ekki hver á að skjóta yfir þess að þrista þarna. Nei, þetta er ekki smá hæðið þessu. Þetta voru skref. Já, hann er svolítið tæpur á þeim hérna í fyrstu 2 sóknunum. Það hitt var frákast. Það er merkilegt nokk og hérna, við ræðum þetta setna. Segðu það? Nei, það var hérna síðustu lýsingu á Haukum þegar við vorum að hendi var komin upp og það var skot í varnamann og við vorum eitthvað að pæla í þessu. Já. Það er sem sagt bara rétt, þetta er bara reiknað sem sending. Já, ef það fer ekki á markið. Ég svo sem var búinn að heyra það að markmaður verði ekki að fær ekki stöng, þá væri það ekki hendi niður. Já, ég fannst þetta athyglisvert og gott að fá útskýringu á þessu. Gott að það var ekki bara einmitt það var annar dómarinn hérna í dag sem senda á okkur. Já, það kunnum við mörglu þakkir fyrir það. Það er frakarnir komið aftur í sókn, 0-0 ennþá. Já, við erum að spila hörku vörðina, ánægði með það og eru að láta að finna fyrir sér. Já, við erum að spila hérna 6-0 vörð, svona með... Og höfum þá reynu, sko, við eigum hérna inn í þetta landslið 2 í A-landslið kalla. Já, það er rétt. Já, vel gert, ekkert á þetta. Nei, þetta var léleg skóp bara. Teitur hjá línuna, línu. Já, mér var Sveinn ekki frí bara allan tíman. Já. Frakarnir fljótir að koma á. Já. Já, vel gert. Já, þetta var... Já. Það er ekki mikið um mörk ennþá. Nei. 3,5 búinn og 0-0 ennþá. Bjarni, Sveinn Andri. Einar Sveinn, sem nær honum í annarri tilraun. Það var nú ekki að fara langt með hennar gaur. Nei. Þessu sem kemur inn á í vörðina, hann Brusett. Já, hann spilaði línuna hérna í sóknina, hann fekk færi og Viktor Gísli tók hann í átan bara. Eitt var eða hann. Já.
Klikkar ekki því. Klikkar ekki að tölfræðinu það. Aldrei. Hún kunni rugla eftir 2 mínútur. Teitur. Vel gert. Frábært mark hjá Teit. Já, virkilega vel skotið. Hrikalega öflugur skotmaður. Já, hann getur skotið. Það alveg. Fastur. Pappans var ekki svona fastur. Nei. Hann var meira í fléttunum. Hann var líka topp miðjumaður. Já. Mikill handboltaheili. Já, keyra á það. Ferð alla leið. Já. Mér finnst svo gaman að horfa á Teit. Já. Hann þarf alltaf að dribla með hægri. Örfendur leikmaðurinn, hefur tekið eftir þessu? Nei, nú mun ég taka eftir því eftir þetta. Alltaf þegar vinnur boltan, þá dribla hann upp með hægri. Já, ok. Já. Það var ekki svo. Allan skrifið með hægri. Veit það ekki. Það er 2-0 Ísland. Já. 5 mínútur búnar og Frakkarnir koma á. Ég ætla ekki að reyna að segja nöfnið þeirra hérna og lýsa hverjum. Það er erfitt að lýsa þig, en Marion Dubont klikkaði. Já, þú ert hérna. Ég skal reyna að vera með þetta. Okkar aðal maður í frönskunni í þessum leikjum. Boltinn bara hvarf. Hann fór hérna á bakvið. Hörður Davíð hefur gripið hann hérna á leiðin út. Hann fór hérna bara á bakvið. Það er ekki Bjarki, það er líklegt. Pallana. Það er 2 menn sem ég hef aldrei treyst fyrir handboltum. Það er Hörður Davíð og Geir Hallsteins. Þessi menn áttu alltaf nóg að boltum fyrir félagið sitt. Það er klárt. Klikka ekki á því. Það er gott. Gott að vera bolta. Það er nöðsynlegt í þessari íþrótt. Bjarni, Teitur, Sveinn. Já, Frakkarnir eru mjög framalega hérna. Sveinn og vel gert. Vel spilað. Birkir, hann er heitur þessi. Búinn að spila rosa. Eða fínt með FH í vetur. Skref. Já, varnarmaðurinn hérna. Það er 3-0. Hvað er í gangi hérna eiginlega? Já. Á móti þessu, verði ekki þetta liðan til velun á síðasta móti er það ekki? Jú, annarsæti, minni mig. Mikið skref á hennar nummer 18. Það var laglegt. Viktor Gísli. Bara með stórbrotnamar. Já. Hann kemur út á mótið og étur. Og það er ekki að Teitur, hamrar og þjálfari er að hendur í timeout. Já, eðlilega, 6,5 mínúta búinn og staðan 4-0 fyrir Ísland. Johan Diledri, hann hendur í leikli. Já. Þetta er ekki gefins. Þetta er ekki gefins. Nei, það er rétt hjör. Það er rétt hjör. Herðan, já. Jóhann vinnuðinn, hendur í leikli. 6:28 búnar og hérna 4-0 Ísland. Já, mögnu byrjun. Ánægða með strákana. Þeir eru harðir og hérna virkilega flottir í vörninni og ekki það, sóknin er fín líka. Frakkarnir eins og segir að mæta þeim hérna alveg metir eða 2 fyrir utan punktaleiku. Sérðu hvað? Já. Þannig að það verður að segja sem svo að það er vel gert. Já. En við erum að skoða þetta hérna. Það eru einhverju 48-50 frakkar sessi fyrir á tölvuna. Þannig að þú ætlar að taka franskuna þér. Þetta er að segja, við þurfum að læra að segja, við gerum þetta morgun. Nei, við erum bara... Og býður það velkomna á skjánum. Þetta er bara eins og haukaleikjum, nú er landsliðið, við tölum bara haukatungumál þá. Já, þú er flókið. Nei. Mér finnst, þó þau séu búin að klikka hérna og töfum alveg dauðafærum á línu, þá finnst mér stæðsta, það er að við erum að spila rosalega fast á það. Já, virkilega. Inn á milli. Hrifina því. Við erum sterkir maður og mann og það er yfirleitt oft það sem við skilum á milli á þessum aldri. Algjörlega. Líkamlegu styrkur og Frakkarnir náttúrulega með gríðarlega handbolta hefðorðu. Já, og akademía þeim í skólum og öllu. Sveinn Andri á vinnu boltan og Birgir nærðanum. Það var laglegt, vel spilað. 5-0.
Þeir halda bara áfram. Já. Leiklið skilaði ekki miklu fyrir Frakkan að það ekki núna. Kom bara léleg sókn. Já. Þetta var Og með klaufaleg slappari sóknum hjá þeim. og svolítið klaufaleg. Já. Númer 18 kemur mikið í árásina en Teitur að standa vel á hann. Já. Sveitnandir náttúrulega gríðarlega sterkur. Neldan hann hafða, vel gert. Ha? Nei. Ég veit ekki, mér finnst þetta bara að vera Þetta ekki neitt. old fashion góður handbolti. Já, mætur hann bara og stoppar hann. Þetta er bara bull. Við bara Já. tölum við hreina íslensku. Ekki 2 mínútur. Ef við kynni að segja þetta á frönsku þá myndi ég gera það. Já, Sveinn Andri mætti bara og neldan og Já. ég skil ekki þessar 2 mínútur. Bara, þetta er ekki neitt sko. Nei, hann aldrei aftan inn ekki neitt. Þetta er bara steipa. Já, skiptir ekki máli. Við erum einu færi. Já. Við náttúrulega missum menn út af í alvöru vörn. Það er alltaf þannig. Þetta er bara lélega valið. Já, hann var bara einhvern veginn búinn að velja þetta. Ha. Fannst mér bara áður en að líka hann sóknir byrjaði. Heyrðu. Viktor Gísli með hvað er að koma? 4 eða 5 maðurinn hérna. Og það er 2 úr dauðafærum. Já. Og hann kemur út að núna í sókninni. Já. Svo við höldum Kristófer Daði kemur inn á held ég, örgulega, já. Sonur Daða, Hafþórs. Já, við þekkjum hann. Og við tölum það. Þekki- Það eru nokkrir handboltasinir hérna inn á ellinum. Það er Orri, sonur Kela Haugamanns. Já. Bjarni Heppin. Og hérna, og svo náttúrulega Viktor Gísli, sonur Hallgríms. Já, og svona þetta. Já, þetta er. Þetta Við getum haldið eru- þess áfram. Við þekkjum pappana. Já, mikið meira. Já. Getur þessi drengur skotið maður. Þetta er svona lýsandi fyrir byrjun Frakklands í dag. Já, og það held ég að þeir séu orðnir Það var frekar. heppin að hitta neti fyrir aftan mig. Ha. Já, þetta var En ekki ég held að sig líka bara koma að þeim á óvart hvað við erum að mæta fast. algjörlega. Þú sér það Já. 9 mínútur búin og núna og staðan er 5-0. Já. 5-0 og hérna, og þeir eru búin einum færri núna, einum fleiri. Já, í 2 mínútur. Það er nú búin að 2 mínútur, hann er alltaf að fara að fá mann inn á held ég. Já. Ég held að brotturinn er búin eða ekki. Já, það er alveg ágætlega gert hjá hún er vinniðinum hana. Það er ekkert vissið nöfn hér inn. 5-1. Númer 10, Dylan Nahi. Já. Hann gerir þetta ágætlega. Já, þetta er, En það þeir virka eru þeir koma bara út á teitt. Það er bara tekið úr umferð. á 2 mínútur og það stoppar ekki þennan mann. Já, það er heitur teitur í dag allavega. Ég var eitthvað að grínast með þetta í byrjun sko. Það er bara ekkert grín. Þegar þessi maður hittir á ramma þá er hann bara heitur sko. Já, hann er Það er nú komið. bara þannig. Já, hann er með 4 af 6 hérna á fyrstu 10 mínútunum. Og Birgir í horninu með hinn 2. Það er bara 2 búin að skora. 3 í leiknum, 1 frakki. Já, Teitur, Bjarni, mætur honum hana, kemur og aftur. Já, það er Næ með sitt annar mark, 6-2. Og hann getur alveg stokkið þessi. Þarna var bara... Það er ekki færi. Nei, hann var bara búin að ákveða hann alltaf að gera þetta líka. Já, ég hérna. Og það er svona. Já. Við höfum ekkert að rætt þetta. Það var ekki ákveða hlutina. Nei, og ef menn eru ekki óskynsamir í 19 ára landsliðinu, rétt að byrja sem fyrir og ætla aðeins að sanna sig, þá hvenar? Sveinn. Satt ekki 20. Sveinn á Sveinn, Teitur og Svenni aftur. Nei, Sveinn. Þetta... Já, ég veit Við ekki. erum kannski hlutlægir, en hérna... Hlutlausir? Hlutlægir. Þetta er hérna, þetta jaðrar við víti. Mér finnst það. Fylgir honum eftir og svona í bakið á honum, eða svona hliðið á honum. Sveinn kemur út. Og Teitur sækir á. Bjarni, Sveinn Andri.
Á, vel gert. Þetta grínast. Sett hann beint í vinkilinn. Já, Gott virkilega sjónarhorn vel hérna. skotið á Sveinandra. Já, 7-2. Það má alveg halda svona áfram. já, Bjarni komið lengst út. Já. Já, Hann vörðin hérna góð. Mætt. Já, skref. Birgir fyrstu fram. Já, hann er ekki að klikka mikið á þessum færum. Nei, það var vel gert hjá honum. Hann Ánægði með hennar strák. greitt honum, Já, franska markmanninum. Elli kemur inn á í vörnina. Já, hann á nú að geta að spila vörn. Bjarni er að fá pásu. Og Sigur, Já, með 2 línumenn núna. hann er að koma inn á í sóknina Sigþór frá ég held Káa, já, frekar hann Akureyri. Þetta eru skref. Þú talaðir línumenn sem ég skipt núna. Nú ertu komið 2 hérna í þristana hjá Íslandi. Sko Svenna er ekki skipt út af í vörn, verður það aldrei. Nei, og Elli ekki heldur. Nei, það er skimir að segja. Enda, Já, vel gert. já, Þetta er framjá. og sett, stuttur. Elli er í varnarskiptingunni. Já, Þetta er að flottur varnarmaður. Sveinandri í gegn, víti. hárið, guldspjald, vel gert, Sveinn. Sveinandri er mjög skemmtilegur í þessu. Hann er mjög óhrættur í öllum árásum. Kemur alveg og þruma sér í gegn. Í þessum árgang fyrir svona 2 árum, þá var maður svona svolítið hissa að maður í valinn. Já. Ekki að grínast með það. Þessi strákur hefur vaxið gríðarlega, fengið starra hlutverk hjá IR og Bjarni Fritz hefur hent honum þar vel í djúpulaugina og annað og hann hefur vaxið alveg gríðarlega. En herðu, ég ætla bara að láta þið vita því, það verður liðskipting hérna hjá frökkunum. Á 15. Já. Það mér sýnist það. Það er bara, það verður skipt allt. Þetta var ruðningur. Það er bara ég. Hann í teig, segir hann. Já. Nú fæ ég þetta endursýnt. Aldrei inn teig. Hann er fett frá línunni. Já. Hvað rugl er þetta? Þetta er bara ruðningur. Já. Klart. Ekki sáttur. Kemur á óvart. Vel gert hjá Birgir. Já, virkilega gert. Hann átt að vera ruðning á þetta. Já. En það er aðtekslegt. Það er allur franski bekkurinn hérna nánast. Staðin upp og er bara að gera sig klára hérna í skiptingu. Ég held að, eins og þú segir, það er 15. mínúta. 9-3, 14,5 búið, Sveinandri kemur á. Já, hann gefur honum rosalega stórt pláss milli 1 og 2. Já. Þetta eru 2. Já, já. Já, klárt. Það er ekkert að hrista puttan, þetta eru klárt 2. Já, þarna erum við samanlega. Já. Þetta er... Það var ekki hægt að gera hann bara eins og seitt, grípur í tómt. Missir hann bara. Já. Hann tökja minna brotthúsin alveg horrið. Já, það er horrið. Það eru 10-3 og einu færri aftur. Sjá hvað Þú höldum frökkunum aftur. Já. Spilum þetta betur núna yfir töluna. Já, það var svona meiri skynsemi í þessu. Já. Þeir eru, eins og maður segir, við vitum náttúrulega það, þeir eru frábærir í handbolta. Sveinandri kemur inn á og kaffi búið. Kaffi búið maður og ég fann að gespa. Þetta er ekki svona leiðilegu leikur, það? Nei, þetta er frábær leikur. Heyrðu, Bjarni kominn inn hérna, já. Sveinn, Hóse, Rivera. Á línuna, já. Skjóttu drengur. Já. Helvíti stútt skotmaður. Já. Breytandi. Tveggja minna brotthúsi. Já, sáu þetta ekki, ég er bara... Á Bjarnar ekki. Já, fer hann í hliðina á honum og ítur honum í loftinu, það er bara í dauðafæri að tveggja minna brotthúsi. Já, erum við tveimur færri. Ekki samt. Ekki grófasta brotið. Nei, við vorum að ræða hérna Sveinandra þegar hann fór í gegnum náðan, þegar það var eitt svolítið eftir hann. Það var að Vilmond á punktinn og Viktor, verið þetta. Viktor Gísli,
sjötta skotið þetta, já, sjöunda, ég er bara, þú átt að vita þetta, þú ert tölfræði. Hún datt út í skotið 2. Þegar þú barst með að einbeita mér á frönskunni. Já. Herðu. Hann er ekki ennþá búinn að setja varamennin inn á. Nei, við heldum að það er í 15. mínútu, en það er ekki. Það er 27. akkurat yfirtölu þá. Já, 25 sekundir eftir að fyrri brottvísuninni. Við spilum án markmanns. Það er vel gert. 12 sekundur í mannin. Náum að spila annan inn á. Þá vorum við að ná, hvað? Við erum ekki að tapa, það er 0-0 er það ekki í. Hvaða rugl er þetta? Við erum færri. Já, þú sást þetta sko, ég veit ekki, 10 sekundum áður en hann var að fara að skjóta. Vel gert, ég ætla að viðurkenna að þetta bombaði nýjan. Já. Ég veit að Viktor er stór sko, en hann skaut bara í öxl og andlit sko. Já, þetta. Það eru 10-4 fyrir Ísland. 10-4 Ísland og þeir eru búin að fá 2 færi hérna í víti og svo dauðafæri. Time out Ísland. 2 fleiri og ekki náða að skora. Við erum 0-0, 2 færi fyrir þau. Það er ekki rétt yfir? Nei, línumæðurinn skoraði í fyrstu sókni. Þá voru við 1 færi? Já, 1 færi. Það er fyrir? 2 færi. 0-0. Já, rétt. Hárrétt. Það er fyrir. Það er styrk. Annars er Hans Frakon. Já. Það er að tala 60 frakkar sem eru að horfa á þetta. 60 frakkar. Já. Það er gaman á þeim að, þú veist, er það nú að skiptingin komin maður? Það er nýtt liðinn á fyrir utan varnartröllið. Og markmanninn. Hann heldur markmanninum, já. Hinn er ennþá að hita upp hérna, Krulli. Það hétta það ekki, nei, hann hét hérna Gautier Ivan. Já, hann er ekki ennþá komin inn á. Stýtti síðan. Já, hann er að hita, gera sig klarað. Það er 10-4, 17 mínútur búnar að leiknum og hérna 20 sekundur í seinni maður Íslands. Þannig að það sé jafnmargir. Elliði inn á Teitur er komin inn fyrir Pétur. Ásgeir í hornið. Já, Ásgeir. Elliði í sókn. Já, þetta var ekki góð sending í loftið. Ásgeir gerði nú vel bara á skotinu. Já. En hérna fari í sirkusinn, einu fari. Eða jafnmargir í sóknar endur. Já. Maður er komin inn á, eins og að segja 0-0, 2 flari. Takk fyrir það. Já, við erum bara einu fari í mínútu. Já. Sett kemur af. Þetta var lélegt skotið á, heyrðu. Og nú gæti einhver legið. Já, ég er fyrra. Hættur það. Já, vel gert hjá Svenna. Elli var endar heppinn þarna. Við sáum þetta ekki. Hann er með einhverjar tölulega staðreyndir hérna fyrir okkur. Ég sé ekki til það. Elli var heppinn, hann var að sýna dómarum að Olbo og það munið litla að setja hann í andliti og frakkan sem hljóð framhjóðunum akkurat þá. Teitur, já. Elli, já vel gert, Orri, fram á Elliða, náðu honum, drengur. Já. Óheppinn. Já. Svenni kominn inn á í vörnina. Já. Já, vel skotið, númer 23, Kokkeri. Já, hvernig segir þetta? Kokkeri. Já, Axel bara. Já. Axel. Það heitir Axel. Já, fyrranafni Axel. Já. Ekki vera að flækja þetta. Nei. Þú nota bara nafni sem getur. Já, ég var ekki að. Það er 10-5. Við erum ekki búin að skora reyndar í svolítið langa tíma heldur. Nei.
þurfum að bæta úr því. Já. En varnarleikurinn Númer fótur. Já, þetta var rétt. Hann er núna inn á línu númer 21 hjá Frökkum. Já. Hann er svolítið stór. Vel gert, Orri á þetta. Það klikkar ekki á þessu drengurinn. 1-0. Já, ánægður með hann. Góður í þessu. Já, klálega. 11-5. Skref, á rétt. Aukakastu var komið. Herðu. Við erum að fá fréttir hérna, það er líka verið að horfa á í Tyrklandi, við reyndum nú að fletta því upp, það kom bara 0. Það er ábyggilega... Þið erum í Tyrklandi. Tyrkland, Frakkland, Ísland, þetta er alþjóðleg útsending. Það er komin einn, það er Gunnar Magnússon að sjálfsögðu. Já, við þetta. Glæsileg vörn, Ásgeir. Komin fram. Já, vel gert. 12-5. Já. Þetta er efni, þetta er stór strákur og hérna... Herðu, hann hendir í leiklið 2 á 20. mínútu, eða 21. mínútu, 12-5. Ég gríðarlega ánægður. Ég verð að viðurkenna það, við höfum oft sagt þetta oft í útsendingum áður. Ég bjóst nú ekki alveg við þessu, þó þetta sé kannski ekki að börsi frá því hvort að lifa út alla leikinu ekki, en ég bjóst ekki við þessu og við erum að byrja gríðarlega sterkt. Já, bara virkilega flottir, einbeittir og bara áræðinir. Já, ég er mjög ánægður með þetta líka, ég er sammálaður. Já, aldrei eins og hann. Gríðarlega og hérna flott lið. Efnilegt lið og sýnir okkur það að það er efni í handboltanum hérna. Já, það eru efni í okkar öllum landsliðum. Við eigum í landsliðinu fyrir neðan mann sem við búum að tala mikið núna síðustu viku, Tuma. Frábær strákur og þar er Daði Hornamaður úr Káa. Við erum kannski ekkert að fara að eignast svona rosalega gullkynslóð eins og við áttum hérna. Nei, sjáum bara til, boltinn náttúrulega bara að breytast. Þetta landslið sem út í Tyrklandi núna er hérna rosalega efnilegt og flottur hópur. Ég veit ekki, bara gríðarlega væntingar til þessa hóps. Algjörlega. Þannig að leiklið er búið. Já. Frakkarnir komið í sóknina, reyna að minnka það niður í... heppinn. Já. Það er að minnka það niður í 7. Nei, minnka það niður í 60, fyrir ekki. Já, 7 marka munur. Já. Og hérna, og svo höfum við Teitur og Svenni í þessum hóp hafa verið að æfa með B-landsliði og eitthvað með A-landsliðinu minni með Teitur í fyrra. Já. Það er vinnur boltan. Bjarni kemur á. Rosa, Teitur. Hann ætlaði að skjóta. Já, Sigþór, hann skiptir. Einar Andri. Hýla bara vörð til Svenna. Einar Andri öskulaði bara stopp. Já. Það fekk það í gegn. Það er lítið þjálfarnum. Já. Það er jákvæmt. Stilla upp í sóknina. Já. Og þeir eru konið í 5-1. Já, það er búin að breyta vörðina, Frakkarnir. Þeir eru hættir að sækja svona langt út. Gudín fyrir fram. Missum hann. Já. Það var óhefni, léleg sending. Eða bara misti eiginlega boltan. Nei. Allt opið. Skref. Nei, og ekki neitt. Jæja. Ok. Við vorum að horfa á þetta aftur hérna. Ekki neitt, en það var grín. Þú hefðir viljað hafa víti hinum meginn. Ég hefði frussað yfir þá. Herðu, en mér er alveg sama, þetta er Ísland. Já, klart. Bjarni, hann sækir ekki á. Einar. Svenni, nei, ekki nógu góð skotlýting. Þetta var... Takiði boltan það. Já, Sveinn Andri. Vel gert, Sveinn Andri. Já, hann er grimmur. Já, hann er flottur. Við erum búin að ræða það. En Teitur getur skotið maður. Þannig að ég hérna, en aftur að þessum landsliðs
velta þess fyrir sér, þá við höfum nóga efnum og hefum eftir að koma Gummi og Gunni eftir að koma þessu liði langt. Algjörlega. Fulla trúin. Samanlega það verður gaman þá, fara á stórum mót og eitthvað svona. Já. Einar, Teitur, Bjarni. Einarsson. Já. Við komin í Bjarni. Ásgeir gerir vel að ná honum og Bjarni og... Það bara allt að gera sér það. Hendin komin upp, hendin uppi. Já. Þetta ekki. Þetta víti á 2. Já. Hvað þetta? 5. brottvísun í okkur? Komin ein á frakkana, enginn á frakkana. Okkur fengum við enga sendingu núna af því að Teitur beið og lengi boltan. Það hikaði eitthvað, ég veit það ekki, næðis ekki. Við fáum kannski útskýringu. Vítakast. Já. Það er Gottín. Þetta er svona ekki hefðbundi frakki konu hennan aldur. Hann er svona 30 kíló í skónum og öllu. Það er ekki vanalegt að maður sér franska útgáfa handboltamanni sem er tvítugur. Nei, það er rétt. Það er rétt. Hann er yfirleitt hræddur við þá, sko. Það er svona svolítið Jackson Richardson stíligur. Já. Men ég veit ekki hvort að menn vita hver munna eftir honum. Alexander, vel skotið. Þetta er Valsari sem er að spila með Gróttu núna. Já, þetta var vel gert í honum. Já. Hann er svolítið að taka Bamrúkin hann að reyna. Já. Hann er vel háa sokkar. Já. Já, það er svona... Já, vel varði Viktor. Stóð hann bara er að verja gríðarlega vel drengur. Virkilega. Já. Stendur flott og býður og bara ekkert að stressa sig á þessu. Sér það, við erum búin að halda ótrúlega vel það að vera færri í þessum leik. Bæði einum og tveimur færri. Er þetta ekki 4. brottvísun? 4. eða 5. Ég er ekki alveg. Svenni, Elliði og Bjarni 2. Jó, þetta ekki. Já. Teitur. Víti. Já, hrindir í baki á hann að taka frákastið. Jú. Já. Tíkjum þetta. Þetta er allavega réttu megin. Já, við viljum víti þetta megin og Orri, ekki Orri. Já. Hann kemur á punktinn. Sjálfsögðu. Skoraði á hann og skoraði aftur. Við erum 14-6 og einu færri. Við erum að vinna það 1-0 núna, ekki? Ekki rétt hjá mér? Já. Og unnið það 1-0. Nei. Tíminn var búinn. Tíminn er búinn. Tíminn var búinn. Tíminn var búinn, maður. Nei, það hlýtur að standa hjá þeim hvenær tíminn var búinn. Hann var að reyna að fiska boltan. Eftirlitsdómarinn er ekki neitt með þetta á hreinu. Nei, þetta er bara... Menn þetta er hárrétt hjá Einari, tíminn er búinn og við horfum á þetta hérna. Já, klárt. Hann er löngu búinn. Hann var að reyna að fiska boltan og hérna... Þetta er bara rangt hjá hérna... Já, og það er rétt. Hann tekur þetta tilbaka. Það er ekki 2 mínútna brottvísun. Nei. En það hefði þetta verið steinn. Já, þetta er hárrétt. Já. Hann náttúrulega bara hélt eins og aðrir að hann væri að hlaupa inn á... Já, algjörlega. Eðlilega, ég skil það vel, en ég horfði á... Og að því Einar tókaði í hann. Já. En ég horfði á klukkuna og tíminn var búinn og ég held að það hefði verið konar hátt í 5 sekúndur. Það voru 5 sekúndur síðan. Já. Góða hreyfingar en léleg slút. Já, ég fer ekkert ofan af því, þetta er svona Jackson Richardson típa þetta. Já.
Hann er með góða hreyfingar og svona kemur hægt á og sprengir svo í gegn. Já. Flottur. Þannig að þetta er að verða mjög góður. Já. Ef hann heldur áfram, svona. Já. Ásgeir, vel gert í Ásgeiri, náði þarna frákastinu. Og við komum í sóknina, getum komið í 15. Við getum farið í 9 marka mun hérna. Sem er náttúrulega bara magna. Teitur. Þetta voru skref. Já, ómikið klístur. Góð sending. Já, og enn klikkaður á döðafæri. Sækir hratt, skilja hann eftir. Á þetta Teitur. Sérðu hægri. Já. Alltaf. Já, ekki vel slútað. Nei, hann... Fekk hann svolítið neðalega boltan, nær ekki að hoppa. Já, svolítið erfið staða sem hann kemur sammála því. Inn í skotið og gerði svo sem ágætlega úr því sem hann fékk. En vel varið hjá honum franska sem heitir Valentin Kiefer. Já. Ertu rólegur Kiefer, er það ekki eitthvað? Já, sæll Teitur. Þetta er magnað að horfa á hann að dreng bomba. Teitur. Hann skýtur fastar en ég. 5. mark. Já, heppið hann það. Smá hringdi í lofti. Já, sammálaðir. En hérna, með við bróttar svona þá. Já, þetta var. Ellið komin inn í vörðina. Æ, við lendum á eftir þessum og við þurfum að hlaupa svona í hann. Teitur með honum. Taktu nú. Það er ekkert verið að spara þetta. Það er lagt í skotin. Það er alltaf farið 100%. Þessi menn er ekkert að hugsa að öxlinni er að lifa í 20 ár, sko. Þetta er, ég þekki eitt svona í haugunum. Já. Það er 10 marka munur. Þetta er alveg ótrúlega vel gert hérna hjá... Hann er ættaður frá Tékklandi sá, það er ekki sparanir. Það er ekkert verið að fylgja neitt. Þessi getur skotið, sætt hann áðan hérna líka. Númer 23, þessi hérna Axel vinnur okkar. Axel. Hann er flottur, góður skotmaður. Já. 1 mínúta eftir að fyrirháleik, 16-7 Ísland. Já, getum farið. Ég átti von á aftur í 10. leikans á staðinu núna. Já. En áður en ég byrjaði þessi, þá átti ég núna þetta núna, já. Ég sagði við einhvern veginn upp á þann að þetta er gríðarlega erfitt. Já. Þannig það er erfitt með að losa boltan. Já. Mikið klístur. Það sé klístur í hvert skipt sem það skiptir út af. Sigþór, það er tæpur á þessu. Góður strákur. Já. Og spila fínt með Káa. Teitur. Já, þú mátt eiga hann. Það er höndin komin upp. Og það lætir þetta. Já, vel skotið. Sigþór með gott undirenda skot. Já, það var vel skotið hjá honum. Já. Og kemur í Íslandi 10 og 15 sekundur eftir og þeir eru frakkarnir bara eitthvað hálf... Þeir vita ekkert hvað er þetta að gera. 10 sek. 9. Þetta er rólegir svona. Já, það er mjög... Já, Elli fer í andlita á honum. Ég vissi það, sér þetta hérna. Já, klárt. Fer aðeins í andlita á honum. Það var aftur óheppinn eiginlega. Já, tíminn gengur niður og það er bara aukakastið eftir og það er bara eitthvað stórn af velli. Það er ekki á punktalínu. Hvað rugl er þetta? Þetta er 3 metra frá punktalínu. Jæja. Þetta þeir... Það er ekki bara að gefa honum víti líka? Já, getur orð. Það setur í andlitið á okkur. Nú. Já. Það skaut niður yfir vekkinn. Það er alveg klárt að við þurfum að fara að henda í okkur kaffi. Það er klárt. Þannig að við sjáum eftir korter. 17-7 hálfleikur. Það er bara 10 mínútur í hálfleiksins með klukkuna hérna. Ok. Takk fyrir. Já, bæ. Og Martínez fer aftur kúlinu og það er
25. Ekki lengur lítið fugl, ekki lengur þetta rugl. Hinir fá að svitna í dag. Við tökum hvaða lið sem og sérnum hvernig fer. Því handboltinn okkar þar. Við erum komin til að sigra, komin til að vera, lendin til að vera mestir. Og þú skalt alltaf hvetja þín elsku vinur, sorry Stína, þessi rauðu verða alltaf bestir. Og Birgir Ívar ver og nú það hraðleiflaug og ég koma þeir og hér er Andri Stefán og hann næla jafnar, enginn að jafnar, 27-27, þeir ná jafnteflið að hvað gegn Barcelona. Ég skal segja ykkur það, þeir eru búin að ná Stígi Geir Sveinsson, þetta er frábær frammistaða.
sé í Montpellier. Þetta eru bestu rosa skipur. Montpellier. Okay. Nei, þú þetta er línu. Þetta er ekki þessi. Þetta er þessi númer 6. Þetta er miðjan. Jackson. Þetta er Jackson Richardson. Já, þetta er annað. Við erum að tala með svarta númer 18. Hann heitir samt annað. Í hvaða liði var Richardson? Þetta er rétt nafnjaður sko. Hvað er hann heitir númer? Þetta er fínt lið líka. Þetta er nafn á. Kretel er fínt lið sko. Ha? Herðu, hérna býtu, áður en þú færði þetta. Ha? Halldór Gunnarsson. Við erum svo semi-fair í dag. Já, við erum mjög góðir. Já, það eru konir í loftið. Er kallinn í Berlín? Það er allavega einn að horfa í Þýskalandi þá. Það er svolítið bara. Sjálfsög. Berlín. Herðu, við erum búin að fá svona smá info franska liðið hálfleika ekki? Já. Starting liðið hjá þeim inn á því var Vilmont sem er að spila með Montpellier. Hann er búinn að spila gríðarlega mikið í ár veit ég. Ég var að tala við frakkana hérna við hliðina á okkur og hann spilaði ekki rosa mikið í fyrra en hérna með Montpellier en fór í Final Four. Já. Og hann hérna er búinn að vera valinn besti maður á mótum hjá þessu liði yfirleitt sko. Já. Sagði Einar Guðmundsson. Já. Sem er nú búinn að fara með þetta liðið á einhver mót og þekkir þetta. Og hann er að tala um að hann finnst okkar strákar vera svona stækka og tútna aðeins líkamlega þátturinn að koma inn meðan óvinnilegt við þetta franska liði að þeir séu svona svipar og voru fyrir 1-2 árum. Já, náttúrulega ef þú ímyndaðir þetta lið fyrir 2 árum í þessum, ef þeir litur svona út fyrir 2 árum. Þessi skrokkar. Já. Og svo númer 18 hérna inn á er Gibelen, hann spila með Kretel. Já. Þetta er náttúrulega bara stærri lið en allir þessi Íslendingar sem eru hérna inn á að spila með sko. Nema náttúrulega Orri og Andri þeir að spila í Haukum. Sem náttúrulega á í Kretel eða ekki. Heyrðu, seinna alveg byrjar. Við erum einu færri. Byrjum einu færri. Já. Byrjum með svipalið og endaði. Já, Elliði fekk hérna 2 mínútur í lokinn á fyrirháleik. Bjarni. Svenni. Já, nú gæti hendin fara Teitur.
Sveinn Andri. Teitur fyrir nú horninu. Já, nú er hann komin í markið. Já. Hann, Númer 12, Ívan Gautier. já, Hann tekur bolta. og Viktor Gísli hinum einn. Já, það var ekki neitt sko. Nei. Frakkarnir eru, ég sé bara svolítið pirraði líka. Já, þeir vilja fá flautað og allt og væla. Ég skildi ekki. Þetta var ekki neitt sko. Teitur var, kveikti var allan værið þarna Já. og þrengi færið og... Já, við getum komist í 11 mörk ef við skorum hérna úr annari sókn okkar í seinni hálfleik. Já, Sveinn Andri sækir á. já, aukakast. Já. Julian Boss brýtur á hann þarna. Já, þetta var Svenni étur niður nokkra sekundur Já, klökkunni á Bjarni. brottisunni. Þetta var soft. 15 sekundur í mannin. Já, Nú kemur hendin upp. Já, klárt. Þá verður Bjarni Svenni verður að sækja. Já, vel gert Bjarni. Stektu bara á. Þú Ekki þarf að spila fækka frá sendingunum. markinu. Új. Já, Já, en það var, við fengum ekki mark á okkur ennum færi. Skoruður reyndar ekki heldur. Staðan ennþá 17-7, 2 mínútur búnar að seinni. já, Þeir eru eins og fyrirháleikur, það var nú ekki mikið skorað hérna á upphafsmyndunum í fyrirháleik. Nei. Sjáum þetta hérna. Það verður kannski jú. Það var ekki mikið. Aftur bara nei. Eftir endursýningu. Það varst aftur í nei. Þú tekur þetta í smásund. Það er vítakast sem að frakkarnir fá og hann kemur inn á númer 6 til að taka vítið. Við höfum kallað hann Jackson Richardson en þetta er Killian Wilmot. Viktor Gísli bara varði. Já, hann er búinn að verja gríðarlega vel í dag. Alveg bara... Skeving vinur minn er ekki að fá mikið tíma en Viktor er bara í ham sko. Þú skiptir ekki markmanni sem er að spila svona. Það er alveg klart. Já, Það er ennþá 0-0 í hérna seinni hálfleik. Já. Þetta er nú alveg á mörkunum það að vera 2 mínútur finnst mér að frakan. Hann fyrir beint beint í öxlina. Já. Alveg við höfuð. Já, En, það er bara svoleiðis. Ég er komin í þetta aftur. já, velkomin. Nú skoða einn stórfræði. Teitur, nú ætlaði hann í spariskotið. Nú skil ég okkur á bombar. Wilmot. Já, Viktor Gísli. hann er ekki að spila vel í dag, strákur. Bara, sorry. Nei, hann er ekki búinn að eiga góðan dag. Eftirlegur og allt það, við erum bara að mæta hann. Teitur hljópið í fyrstu vörn, manns eftir út fyrir punkt og hristan. Hann er bara ennþá skelkaður eftir það. Það er bara svoleiðis. Já. Hann er ekki allavega að sýna það sem hann væntanlega getur. Nei, Ekki í þessu leik. sammála því. Það er annar leikur á morgun til að sjá Já. hvernig það verður. Já. Teitur kemur á, Sveinn Andri, það er bara í gegningur. Ítur og eftir honum, já. Arnaldur samkvæmur sjálfur, ég er sammálað þessu. Þetta er það sem að vera að rekka út af fyrir. Já. Fylgir honum með, eftir sig, fylgir Já. honum með. Já. Það er nýtt, Fylgir honum með. fylgir honum með. Já, Trendsetting. trendsetting, þú leggur þetta hérna. Þetta kemur inn, komið Nú 2 gaman að sjá línumenn. hvað við spilum. Já, náðu í hendina á honum hana. Já, Teitur var ekki, hún var ekki laus höndin þarna. Það er Sveinn. Nú dæmir hann. Ég samt held þetta sé rétt, Já, já, ég held það líka. Og bara, Það er ekki en teig. Spurning hvort það sé búin að taka sér stöðu ekki. Við sýnist ég gefði þetta alveg. já, algjörlega. Hoppa með öxlinu undar og svona, en
Þú verður að hafa stjórn á því hvert þú ert að fara og hérna klára losan í horni þegar að því kemur. Bara því að við fengum ekki víti fyrir alveg. Já, sammálaðir. Einu færi. Já. Það er Frakkarnir einu færi fyrir ekki. Heldur að Elliði fáið 3 svar. Já. Hann er bara þannig leikmaður. Gefur allt í þetta og fer í menn á fullu og þeir eru stundum óhefnir í því. Já, hann stoppar ekki þó sem komið tvær tekjafinn, hann bara heldur áfram, sem er bara fínt. Lína. Já. Ég er alls ekki dósandi við það að hann haldi áfram, það er bara, maður ánátt að spila fullu alla. Þú getur ekkert farið á eitthvað B-level að því þú veit svo það er. Þú bara spilar þínu og sér hvað þú kemst upp með. Klart. Elliði byrjar á miðunni. Þetta varst þú oft í pöllunum í gamla dag. Teitur, ég held að, vel gert, Ásgeir, ekki vel skotið. Það eru 6 mínútur búnar af seinni hálfleik og það er ekki búið að skora mark. Nei, vel spilað. Já, Ásgeir, náttúrulega, fekk þetta fínt færi, vel vari hjá honum. Já. Honum vinniðinum hérna. Ég man ekki hvað heitir. Koma Frakkarnir í 2 línur. Já. Teitur sækir þarna langt út, Elliði þarf að vera, kemur fyrsta markið í seinni hálfleik og það eru Frakkar. Já, það er Marion Dubond. Já, hann skorar fyrsta markið, minkar munin í 9 mörk. Það gæði verið það. Ég ætti hún ekki vona að ég myndi segja þetta. Nei. En það er svona. Heyrðu, við getum hérna komið þessi í 10 aftur, við hefum verið styrðir í sóknarleikunum í seinni. Já, hann er náttúrulega búin að vera frábær í markinu, hérna franska markinu í seinni hálfleik. Verða við ekki náða. Og Frakkarnir konir hérna langt út. Og Teitur ekki búin að taka neitt af skotunum sínum. Já. Frakkarnir konir mjög langt út. Þeir eru konir í 5-1 með Vilmont fyrir framann. Já, þeir eru nú eiginlega konir í 3 vörnir aftur núna. Þetta er alltaf bara 2 mínútur. Alala, vel gert, Bjarni, Ófeigur, þetta er bara línan. Já, ég meina hann hangir í treyjun og hann allan tíma. Bara eina sem er sleðilegt við franska íþróttamenn í fótbolta líka. Finnst þetta tuða? Nei, mér finnst þetta væla, eins og unga börn. Alltaf hreint vælandi. Já. Það er alveg saman í hvað sporti ég horfa á þetta lið. Velkomin til Íslands. Já. 18-8. 18-8, takk fyrir það. Og hvað, já, Frakkarnir mistu mann út af, þannig að þeir eru einu færri aftur. Annars skipti í seinni hálfleik. Nei, hann var búinn að missa boltan. Þetta er nokkuð að deyja? Nei, eitthvað hérna. Þetta er eitthvað yfir. Já, vel gert. Hann er flottur hérna í hægra horninu. Númer 8. Sem er Dupont, Marion. Hendi komin upp á Frakkarna. Og hann hendi boltanum bara í eitthvað rugg. Ásgeir komin fram. Klára þetta drengur. Já, vel gert. 19-8, 11 marka munur. Ásgeir snöggur fram í hraðaplöpunu og nýtti vel núna, klikkaði á hann í horninu en er flottur hérna núna. Virkilega vel gert. 11 marka munur fyrir Íslandi. 9 mínútur búnar af seinni hálfleik. Já, 2-1 fyrir okkur í seinni. Já, langt fyrsta marki kom ekki fyrir ná 7. mínútu. Nú er þeir báðir inn á hérna vinniðinir hérna númer 9 og 18 í franska liðinu. Vilmont og Gibbelen. Já. Gibbelen maður sér á Vilmont, þetta er góður handbóltsmaður og Gibbelen nú ekki sýnt með neitt, það er alltaf að skrifa á hann. Þetta er skrokkur. Já, þetta er það. Það verður frábær. Ánæður, hann er flottur hérna í hægra horninu. Já. Já, Bjarni næra klófestni, en hættu þessu væli, spilaði bara handbolta. Já, tími, þetta er bara allt og lengi að þessu.
Steinn Jóhanns í raflöpi. Þjálfarinn kominn í þetta sama pakka. Já, ykkur stað að læra þetta maður. Já, þeir voru eitthvað að reyna að íta vörnin eitthvað aftur og eitthvað. Já, menn þeir eru bara að tefja. Já, Það er bara það sem þeir eru að gera. sem að magna að vera 11 mörgum undir. Já. Birgir slapp. Já, Press á þeim, þeir eru búin að vera að kvarta þess hérna og þeir hefðu getað rekið hann. Vilmont. Teitur er alveg... Hvað var þetta? ég veit það ekki. Jöfusins væll. Vel gert hjá Teit. Bara næsta skipti, bara gefa honum eitt good morning. Þetta er bara, þetta er skref. Nei, látið þið ekki svona. Ekki detta í þetta, hlusta á þetta væl. Bara góð vörn. Þetta er ekki, Þetta er bara þetta tuð í frökkunum og það er raukt eða þetta er þriðja brotthúsi. Ég skil alveg. Aldrei 2 mínútur. Nei, ég skil að Bjarni Fljónsdóttir við þetta en þá tekja mynda brotthúsi fyrir þetta. Þetta er, fyrir mér er þetta bara af því að frakkarnir tuðu svo mikið og þeir Það var bara fjallu í eins og þetta. ég sagði á, það var bara að styttast í þetta að því að Já. Já, ágætlega vel spilað höfum. spilað. Og Mabú, númer 20, setur hann. Á línunni Já, og minkanir í 10 mörg, já, 99. þeir fara í 5-1, Elliði kemur inn á línu. Og já, ok. Það eru 11 myndir búinir af hérna seinni hálfleik. Staðan 2-2 í seinni. Já, Elliði kemur í línu. já, Kæró, Teitur, Sveit, mjög langt út hérna. Sveinn Andri sækir á það. Orri, já, fínt, vinnutíma og aðeins að hendin komi. já. Allt til að fara að hafa. Já, það styttist í hérna núna. Kominn. Já, kemur, Allir kemur út í, Já. Kæró sækir á. Teitur. Ég held að vera að setja hann maður. Já, og kasta hann á góðan stað sko. Já, Fyrst hann reyndar. var ekki að skora sko. Já, hann losna. Við fengum allavega ekki ræðbólku. Nei. Jæja, kemur Vilmont og Hann er hérna, já. Sama. Aftur alveg eins. og hann setur hann, farin að horfa eins á Viktor. Já, setur hann undir, Viktor kemur á mótorinn, reynir að loka og hann setur hann undir fótinn á honum. Það er að skjóta á hann svona öðru tempói en áðan. Það eru, 2 mínútur búnar núna. það eru komin inn, Já, nema eftirstofmanu viljið ekki. stopp í tíman eitthvað. Heyrðu, Sveit, Teitur á, Teitur. já, vel gert Teitur. Nei, hann er, Það er ekki ruðningur. nei, Já, vel gert Viktor. það þarf einhvern veginn að svara þessu, Viktor gerir það. Já, Nei, ég er alveg samanlega, þetta var aldrei ruðningur, hann stýttir hann sér er að leið. hoppa fyrir hann. Já, og stýttir sér leið í gegnum teginn og Er þetta? Vel gert hjá Teit. þetta er svona, ég veit ekki, passa sig að vera ekki heimadómarar. Ég þetta er náttúrulega bara línan svolítið. Þú veist, áðan heldur að Íslendingurinn hefur verið inn í teg og þess vegna stendur ekki ruðning en Já. Pétur Árni Hauksson hérna núna, Já. Teitur frá hvíldina. Kannski þarf hana líka, það er búin að vera að spila hann allan leikinn. Hann áttar í gegn. Já, vel gert. Pétur. Já, Ég hérna, markmann var nált þessu. Ég er hrifinn af þessu markmanni sem er inn á núna hjá þeim. hann er mjög flottur. Ég er alveg saman því. Ekki að ég sé óanægð með okkar. Nei, hann er búin að vera frábær, hann Viktor. Var Frakkarnir, telja rétt. maður svona aðeins farin að sjá samt svona spil hjá Frökkur sem maður þekkir. Og reyna að halda boltanum gangandi.
samt 10 mörgum undir. Já, ef hann hefði nú bara stíið þá hefði hann líklega fengið ruðning á þetta. Já, hann átti ekkert að pússi hann hefði að hoppa út niður á vellinum, út á honum. Já. Vilmon. Þetta er tekjum, halló. Og hann vælir, Já. maðurinn sem áfótt 2 fyrir að skjóta. Já, mér finnst þetta bara að vera skref. En það er bara ég. Halda áfram, hendi kominu upp. Já. Frakkarnir bara í bastli. Nei, þetta var skref! Já. Alltaf skref. Og sækja, Björnandri, skjótur. Níu marka munur og kortir eftir. Já. Sett hann að Vilmon. Vilmon búinn að taka hérna 2 í röð. Já. Aðeins að sína svona hvað hann getur. Gott skot þarna skotin. Skrefur utan punta. Já. Sendur hann, klínir hann hana beint í stöngin inn. Vel gert hjá hann. Heyrðu, en mér finnst við sóknarlega ekki alveg verið að leysa þetta nú. Við erum nú skora 3 mörk hérna á korteri sko. Já. Hendi í 1 leikli og setja eitthvað upp hvað við spilum á móti þessari Frakkarnir enda bara búin að skora. Já, vel gert. Þetta er vera víta 2. Já, klárt. Af hverju ertu undrandað þessu? Þetta Það spyr sig. Orri aftur á punktinn. Já. Já. Hann er búinn að skora út semur ítum. Það var vel gert í velliða. Vann sig vel hérna og hérna. Þetta var illa skoti. Já, hann steig bara, hann var metrinn í teig. Þjálfarinn líka nuttaði sér bara í andlitinu sko. Liðans. Já, það vissi bara ekki hvað þið gerst eiginlega. En hann stóð hann að metrinn í teig. Teitur kominn inn á aftur. Hann hefur verið svona okkar mesta sóknar og þannig séð. Og Setnandir er alltaf búinn að flotti líka. Og leysir inn 2 línur. Vel gert Sigþór. Já, ég veit ekki alveg hvað. Fjarki var hann að reyna að fiska bara. Ég náði þess ekki alveg. Já, hann alltaf bara fisk. Langt frá hann sko. Hann er ekki nálægt til að fá sér ruðning þarna sko. Heyrðu, Frakkarnir koma einu færi. Þeir eru ekkert að taka markmannin út af. Nei, þeir eru ekkert í því. Nei. 21-12, 9 mörk. Tían kominn aftur næ í vinstra hornið sem var einu sem í lífsmarkið í byrjun. Já. Þá kemur þessi vinnu minn. Gemilinn. Já, skorar hvað? Þetta er bara fyrsta markið hans, eða annað markið hans í leiknum. Já. Á að vera einhver hetja þar ekki? Nei, hvað er þetta með? Spilum með Kretel. Getur ekki neitt. Vel gert Teitur. Ánægður með þig. Teitur er að spila gríðarlega vel inn í dag. Hann er búinn að vera alveg bara frábær. Hann og Viktor Gísli finnst mér algjörlega að hafa staðið upp úr hérna í dag. Já. Annars eru báðir svennarnir góðir. Já, eins og ég segi, ég ætla ekki að taka neitt af neinum öðrum. Þeir eru bara búin að vera bestir en þetta er mjög flott lið, búin að spila virkilega vel, bara sem liðsheild. Já. Teitur hefur séð svona svolítið mörkin og Viktor markvörsluna. Já, Viktor. Skrítið þegar við tölum hérna gæða sem neglir á 130 og markmann. Eða hvað? Já, það er bara svo laus. Frakkarnir koma. Já. 12 mínútur eftir, 28-13. Vilmon, nei, heyrðu. Skaut hann í stöngina eða varði í Viktor? Já, hann skaut stöngina. Já, og hvarta hérna. Ég veit ekki alveg hvað gerðist þarna en Pétur Árni er eitthvað hvart yfir því að það hefur verið sett þarna smá í hausinn á honum eitthvað. Einar allar að hendi í leikli. Já, vel gert. 11,5 mínútur eftir. Já. Og Ísland í leikli í Ísland. Hvernig sem hann starfaði þetta. Það var að taka sporinu með honum Michael. Ha?
Það þarf að taka sporið með Michael sem að syngja hann núna. Ég fyrir létt með það. Ég myndi borga fyrir að sjá hann. Já, ég veit það. Það myndi fleiri gera það. Einar er, ég held að sé ekki sáttur í sóknina. Eðlilega, þeir voru að leysa þetta miklu betur hérna í fyrirháleik. Þegar Frakkarnir voru að mæta hérna langt út á móti. Svolítið hyggsta hérna í seinni hálfleiknum. Sveinn Andri er reyndar ekki búinn að spila mikið í seinni hálfleik og hann var náttúrulega mjög öflugur hérna í upphafi með að sækja á það og svona náði þeim niður á línu. Já, við erum, ég veit ekki hvað það er. Hvað okkur vantar upp á. Sveinn Hós er komin inn á línu aftur, við erum með náttúrulega 3 línumenn hérna. Já. Mjög efnilega línumenn. Og komin í hægra hornið frá Akureyri. Það er hann hérna Hafþór. Já. Efnilegur, örfundur, strákur, kemur Orri. Leysir inn sig. Pétur. Sveinn Hóse, vel gert. Já, það var aðleitandi á línu. Já. Varnarskipting. Já, ná að stoppa þetta. Já. Já, hann er íþróttamannslega vaxinn hérna í vinstra horninu. Þetta er bara góður íslensku musteri bara. Ha. Musteri. Þetta er skref. Það var ekkert annað. Nei, lítið annað. Það eru 2 sem hanga á honum. Og hann er ekkert að hyggsta sko. Nei. Hann ætla bara að taka þetta yfir. Já. Nahi. Dylan Nahi. Góður. Já, flottur leikmaður. Já. Það er að kaupa hann. Í hauka þá. Já. Nei. Orro og Einar Pétur eru betri. Kristóf þetta er komin á miðuna. Sigþór og Pétur. Orri kemur aftur. Orri gæti sett hann hafa. Já. Pétur Árni. Já. Lína, þetta er rétt. Já, boltinn er ekki komin út í teg. Já, Viktor. Kemp skorar. 23-15, 10 mínútur eftir eða 9,5. 8 marka munur. Já. Pétur, Kristófer. Já. 2 mínútur. Sjáum þetta hérna. Það gerir hann. Já, það hangir aftan í Orra. Já, hvað? Og svo kvartar hann. Já. Þeir kunna væla, sko. Sérðu, hann eru Michael hreyfingarna fyrir aftan bekkinn. Já, mistir á hann. Það er að línumæðurinn Já, það. með 21, sérðu þetta? Hann er með þetta. Eða ekki. Frakkar þurfa þetta ekki, þeir eru frá Frakklandi. Vel gert, vel losað hjá Teiti inn á 11. Trekkti á öxlina og held að allir að væri að fara að bomba á markið. Hann er að spila gríðarlega vel. Við vorum að ræða á hann hvað hann er að spila. Hann er að spila í Kristjánstad í Svíþjóð. Er hann að spila vel Bjarki í Svíþjóð? Tæknir maður ekki með þetta. Ég fekk þumal. Ég veit ekki hvað það þýtti. Við maður kanna fyrir morgundaginn. Hann er ekkert að skipta út af hérna í seinni. Nei, Elli, vel gert Elli. Góð vörn. Góða hjálpavörn fyrir aftan. Nei, hann er ekkert að skipta í seinni, það er rétt fyrir. Nú erum við ekki búin að gera neina glóríu fyrst með. Hafþór stoppar hann vel. Já, nú fer hendin hlýtur að fara að koma upp núna hjá dómaranum. Það var vel gert hjá hann. Vel gripið hjá línumönnum. Það snýra sér hann inn maður. Talandi skrokka. 8 marka munur. Ágættur skrokkur líka þetta línumanns buffóta. Já, hann er ekki hár en hann er sterklegur. Já, breiður. Alla kanta.
Það er bara svoleiðis. Heyrðu, við erum einu fleiri í 30 seki við bót. Já, 24-16 Já. og 7,5 mínútur eftir. Cirka. Teitur, það var ekki bara gott. framhjá, annars eða sett hann. Markmann stóði nær. Já, Hafþór inn, Pétur inn, Vilmond. Góð hreyfing. Hann fór alveg með hann. kannski sýnir okkur aðeins hvað hann getur. Já, skipting, Viktor Gísli kemur út og Andri Skeving. Andri fær 8 mínútur, 7,5. Já, 7. 7 bara. Það er allt bara fínt. Já. Rúla þessu. Er það ekki, var hann ekki síðastur til að koma inn á í íslenska liðinu? Allir aðrir búið að rúla öllum leikmönnum. Nema honum. Já, heppinn. Já, þetta læri ekki. Þetta var ekki unnið en hér. Tveirinn á línu. Þeir eru rosa ryðgaði núna. Vilmot. Já, þú átt ekkert að fara í hliðina manni í hraðakröpi. Það er bara reglan. Já. Og mér finnst hann ekki gera mikið. Nei, hann fylgir honum. Ef þú ert ekki að fara að negla hann þetta niður, þá gerur bara ekki neitt. Nei. Þú ert ekki að bjóða upp á svona vitlaus. Klaufalegt. Algjörlega. Og staðinn fyrir erum við einu færri núna í 2 mínútur. Og þeir voru að minnka í 6. Já. Og 6 mínútur eftir, eða 5,5. Fyrsta skipti síðan 11:05 held ég. Já. Við verum að halda þetta út, það er nóg eftir. Já. Teitur, Sigþór, Kristófer og Sigþór á skref. Enginn í marki. Já. Aukakastið á réttan stað. Hvað er þetta? Kemur hann við það? Ég veit það ekki. Ég finnst það ekki. Þetta er leikaraskap. Já, það er 2 mínútur fyrir leikaraskap. Það er hárrétt. 4 mínútur. Fekka 4? Nei, númer 4, fyrirgefðu. Já. Hvað heldur hann breytum skoðun? Heldur hann drægi 2 mínútur tilbaka og töður eða með það? Bara heppinn að fá ekki rauð. Hvað er þetta að setja kælir á ennið á honum? Eru við veikir eða? Það? Það er 5,5 mínútur eftir, 24:19. Þetta er búið aðeins svona, eins og það segir svolítið. 25:19, 6 mörk. Já. Samt búið að vera svona svolítið styrt í seinni, finnst mér. Ég held að setja alveg saman á því. Það er... Nú klikkaði eitthvað. Þessi nummer 4 er bara hérna í bullinu. Það er veikur á milli eyrnanna. Það er í gangi. Ættu þessu hérna. Það getur ekki. Ég tek í hann á eftir helvíti svælufúkar. Ég veit ekki hvað. Það stoppuðu tímaðið út af en Frakkarnir minnka í 5 mörk aftur. Vinnur okkar Gottin Finn Richardson skorar. Já. 5 marka munur, 5 mínútur eftir. Skemmtilegt að tala hérna, við erum að tala hérna núna og Frakkarnir skilja Richardson hérna aftur og aftur og pæli, hann er ekkert með. Nei. Hann á eitthvað í honum. Já, við þetta. Já, Elli leysir inn. Teitur hliður í. Þetta var afskaplega lélegt. Andri ætlaði hérna eitthvað fiskan. 4 marka munur, time out hjá okkur. Já, þetta er... Við erum að hleypa þeim inn í þetta. Já, það eru 4,5. Já. 4:20 eftir. Það er alveg
Það er hvað, 4 marka munu, 4:20. Það er ekkert mál að ná því ef þú kastar boltanum bara til þeirra. Já. Þurfum að vera skynsamir í þessu. Já. Hætta að verja fórskot, það er óþolandi. Það halda áfram að Já, sækja. við erum reyndar, liðið var í fínu róli og við erum alltaf búin að rúlla öllum líka. Og mér er alveg sama þó við séum að vinna Frakka, við verðum líka að rúlla. Við erum að við verðum að láta þessum menn spila. Algjörlega. Það er bara svoleiðis. Alveg samanlega. Alveg samanlega því. Þá heyrum við Jóa P. hérna í kerfinu. Slaggur að njóta og lifna. Já. Við sjáum hvað Einar gerði eitthvað sniðugt í leikliðinu og fáum ekki eitthvað úr þessu. Já. Svenni fyrir hann á línu, Elliði byrjar hérna fyrir utan á miðunni og leysir svo væntanlega inn í 4-2. Já. Og Teitur hérna hægra megin. Hornið alveg. Já, þetta er bara orðið nóg, sko. Hvað er hann að hrista hausinn? Hann stóð bara á línun og máliði dautt. Já. Það er ekki eins og að vera út af einhverju öðru, það var ekki dæmt brot. Þetta er óvenju... Nei, ég veit það ekki. Ekki hvort ég var að segja það. Úi! Það var bara spariöxlin. 140. Það er staðfest, fekk það á hann er allavega búinn að skjóta 127. Já, ekki í þessum leik, að búa að mæla hann 127. Hvað er það? Gerðu? Yeah. Þetta er eins og körfuboltamaður. Stærði það maður. Þetta er það sem var að taka Michael Jackson en það fyrir rættan bekkina. Það var vel gert hjá honum. Já, 4 marka munur, 3:20. Við erum að Svenni er komin inn á miðun aftur. Einar Andri svona aðeins það er Svenni á línu. Teitur og Svenni fyrir utan úr byrjunarliðinu og Orri. Teitur. Einar Andri. Runi. Nei. Þetta er bara fjarkinn er endalaust í einhverju fiski og vittlis. Hættu þessu bara. Spilaði bara handbolta. Algjörlega óþolandi þessi Julian Bob. Bara standi í lappirnar. Já, vel gert. Þá er þetta komið. 5 mörk, 2,5. Já. Við með boltan. Endalaust tuðandi. Já. Já, ekki til orð. Jójó, líklega hefur nátt að stoppa tíma núna, ég er sammálaðið með því. Já, það er rétt. Þetta var ekki ruðningur. Já, Teitur. Þetta grínast maður. Það er undirhanda Þessi hélt bara markmaðurinn hélt að lífið væri farið þarna. Já, vel gert. Það er bara... Djöfull sett hann maður. Já, þetta er vel skotið á Teitur. Hann taka 2 hérna undirhandarskot núna í röð. Hann kann það líka. Leikarinn, hann gaf hann Julian Boss. Bob, eða Bob. Á bara að gefa svona eins og á sendir í körfubolta. Já. Ellið ætlaði að setja hann fljótur upp. Já. Jackson vinnu minn. Já. Já, hann hérna, Julian Bob, hann er svolítið í... Já, ætlaði þú að hlaupa inn og verja dómarana þegar þetta er búið? Nei. Mér langar. Hann er búinn að vera svolítið í hérna... Ef ég næ einu höggi á einn af þessum frökkum, þá er ég svolítið. Svona. Vælu púkar. Julian Bob er svolítið í Leo Oscar.
Ég veit ekki hvort að frakkarnir skildu þetta. Það verður komið í ljós. Þetta hlýtur að vera leikarskapur. Já, Gott Sveinn. vel gert. 30 seg, 5 mörk, við höldum þessu. Já, það er klart. Tveir hann Minnum á, það er lýsing aftur á morgun. Það er klukkan 4, sömu lið. Já. Þetta var alveg að mörkunum verið að skrifa fannst mér. Hann stóð bara í lappina fannst mér, taka bara Jackson inn. Já, það var vel lesið. Það var lesið. Andra ætlar að verja þetta? Nei, hann ætlar ekki að verja þetta. Nær þessu mikið hjá Kemp. Hann sett hann. Já, vel gert hjá hann. 5 seg. Ég held að Teitur. Já, búið. Búið. Ísland sigur 28-24. 4 marka munur. Frakkarnir Góður sigur á frábæru frönsku liði. En við minnum á leikina morgun klukkan 4. Við þurfum að fara að leggja okkur svo við séum klárið þá. Gekk. Sjáumst morgun. Takk fyrir kvöldi.